það verður meiri eftirspurn eftir einkaframtaki innan skólan og við erum komin á þann stað og ég ekki endilega að tala að það sé endilega jákvætt þá kannski skila bara bestu nemendur sér þar inn og þar af leiðandi verða sérþarfir innan opinbera geirans og þá ertu komin með einhver svona sérskóla sem munu þá vera bestu kennararnir sem munu sinna bestu nemendunum og þá ertu komin með ennþá stærri gjá varðar öll svona lífsgæði og sérstaklega efnahagsleg lífsgæði. Akkurat. En það mun gerast mjög fljótt ef að það verður ekki bætt úr þessu og sérstaklega ef að börnum verður ekki kennt að lesa, skrifa og reikna og ég held að verði komin, þú veist, það mun spretta upp það bara einkaskólar sem hafa það markmiði bara að segja, heyrðu, við ætlum að kenna barninu, við skulum kenna þeim samkennd og samúð og öll þessu hugtök en við ætlum að leggja áherslu á það að þau kunna reikna, skrifa og lesa og síðan kenna þeim hitt út af því að ellegar skilja þeir ekki eins og textan og ég held að verði rosalega mikil eftirspurn eftir slíku einkaframtaki og þetta munir spretta upp eins og gorkúlur ef að framfer sem horfir að við séum ekki að vera að bæta úr skák þannig að einhverju leiti þá erum við komin í sjálfslæknandi fasa og þetta mun fylgja allri þeirri þróun sem hefur til þess að gerast í umræðum útlendingamál, hefur að gera í sambandi við allt svona vókið, allur réttrúnaðar að finnst öllum þetta bara að vera að della og það er bara hlegið að þessu, jafnvel í vinstri sinnustu svona félagslegu hringjónum þannig að einhverju leiti er þetta komið í svona sjálfslæknandi fasa en ég geti til að trúa því að hann verði sársaukafullur sérstaklega fyrir þá sem að ráða í dag út af því að þetta er sjálfskapavíti sem hefur líka verið skapað. Þetta er skapað að menntaelitin í dag sem ég heldur endar að sé minni hluti sem að hefur ekki endilega